Gallakvöldið er 28. apríl og það er upphaf á Sæluvíkunni og þetta er mjög metnaðarfull dagskrá sem við höfum verið að mynda með teymi. Þráinn Freyr Vigfússon, meistarakokkur, mun koma og elda fyrir okkur á þessu kvöldi og við munum að sjálfsögðu vera með það besta í boði í hráefni sem er úr Skagafirði og vín, vel valin vín. Yfirþjónn kvöldsins verður Steinunn Gunnsteinsdóttir sem er klassaþjónn. Já, Multimúsika hópurinn ætlar að koma og byrja kvöldið, svona opna kvöldið með okkur. Og þau eru með nýja dagskrá og það er í svona dátastíl, svona svona dátastíl og þau ætla svona að kynna okkur fyrir því og þau eru sjálf með kynningu á Sæluvíkunni. Svo þetta er svona opnun á þeirra prógrami. Og síðan eru líka með Helgu Rós og Gissur Pál sem ætla að flytja okkur svona ljúfa tóna með dagskránni, með kannski þegar nærður voru mat og svoleiðis. Síðan ætla Jóhann Björnsson að koma með svona skemmtisögur, svona skagfirska skemmtisögur. Okkur langaði að gera svona öðruvísi viðburð. Svona auðvitað stendur Tindastóll að mörgum viðburðum yfir árið. En þetta er svona eitthvað sem okkur langaði til að hafa svona fínt og svona tækifæri fyrir fólk til að fara fínt út að borða, hafa hugglegt kvöld, borða ofsalega góðan, fínan mat og vera með svona skemmtilega dagskrá. Þetta verður á rólegum nótum samt. Þetta er ekki ball eða neitt svoleiðis. Og bara svona hálfgert lúxuskvöld fyrir kannski hjón eða vinkonur eða vini. Og það er takmarkaður fjöldi sem kemst að. Þetta er í Frímúrahúsinu, hérna á Króknum. Og miðasölunni lýkur 18. apríl sem er núna bara í næstu viku. Það er þetta nálgast miða í blóma- og gjafabúðinni hérna á Sauðárkróki. Hver miði er happdrættismiði. Nú langar svolítið að koma að því vegna þess að við höfum fengið ofsalega flotta aðila með okkur sem er tilbúin til að styrkja þetta kvöld ennþá frekar og Tindastól. Og það er í rauninni hægt að labba þarna út 50.000 krónum ríkari. Það eru svo veglegir minningar í boði. En auðvitað þetta er náttúrulega allt til gamans gert og þetta er bara svona smá lúxus að fá vinning. Mér finnst fólk vera mjög spennt fyrir þessu kvöldi af því að þetta er eitthvað sem er öðruvísi og nýtt. Og mikið tækifæri kannski fyrir fólk líka að fara svona fínt út að borða hérna á Sauðárkróki í nýju umhverfi líka. Og við munum lofa því að þetta verður það allra besta í mati og drykk. Og ég hvet fólk bara til að kíkja á þessa dagskrá því það er takmarkaður miðar sem er í boði og vonandi getum við bara verið með þennan viðburð árlega ef vel í hann er tekið.